Gulli, það langt síðan að ég ætla að taka viðtalið. Já. Manstu eftir því þegar ég ætla að taka viðtalið fyrst? Nei, þú nefndir að við með hann áður. Það svolítið langt síðan, það mörg ár síðan. Tekur kannski mikrofónun aðeins, það ekkert að vera rosalega, bara svona. Ok. Flott. Þá varst ég á Liverpool. Já. Og ég sem stuðningsmaður Liverpool, mér fannst svo merkilegt að það væri Íslandingur að spila með Liverpool. Hvað varstu gamall þegar þú fórst út? 2009, janúar. Þá ég 16. Já, 16 að vera 17. Hvernig svo er margt búið að gerast og hann má eiginlega segja sérst svona vissuleiti að toppa sem fótboltamaður núna, svona, þetta er búið að vera kannski besta árið á ferlinum. Hvernig er að vera, að því það er náttúrulega þetta momentum sem íþróttamaður þegar það gengur vel, hvernig er að vera síðan alltaf stoppaður núna þegar COVID kom? Já, það var svolítið erfið, sko. Þessi COVID-pása, hún kom ekki á góðum tíma. Nei. Fyrir mig persónulega. En ég var samt alltaf ekki bara með hugan að, ég var alltaf með hugan að tímabilinu. Það voru 8 vikur sem vorum heima bara að æfa og ég, æfiði eins og brjálæðingur og passaði upp á hvað ég borðaði, passaði svefn, reyndi að halda mér í geggjaðri rútínu. Þannig að það var aldrei eitthvað moment sem ég sagði við sjálfum mig bara, nú er ég komin í frí. Þetta var ekkert frí. Svo vissi maður ekkert hvort að tímabilið myndi byrja aftur eða ekki. Nei. En ég var bara með geggjaðan metnað eins, og það var heldur ekkert auðvelt, sko. Maður var alltaf að bíða og svo mikil óvissa, maður vissi ekkert hvernig við myndum byrja að æfa, allt þetta dót. Þannig ég náði einhvern veginn bara að setja hugan í bara, æfingarna mína væri bara, ég er að æfa fyrir, ég ætla að vera klár fyrir fyrsta leik, skilur. En óvissan var það sem var alveg að drepa mig, sko. Já. En ég meikaði það ekki, sko. Hversu hratt gerðist þetta? Því að ég man að aftur að því ég held með Liverpool og ég var að fylgjast með fótboltanum. Það var þessi leikur, Liverpool Atletico Madrid, sem var eiginlega haldinn svona eiginlega eftir að það var orðið í ólægi að halda leiki, en það kom í ljós að smituðist með það. Hversu hratt gerðist þetta hjá ykkur? Eru þið bara á leiðin í leik og allt í henni bara... Já, við vorum á leiðin í leik. Svo bara var þessu öllu slaufa, sko. Þannig að þetta var búið að vera í... það var búið að undirbúa okkur aðeins fyrir þetta. En við vorum ekkert búin að heyra, þannig við fórum bara, þegar við hittumst fórum æfingu og svo bara vorum við svona, basically bara komin upp í rútu á leiðinu í leikinn. Sem, þetta var útileikur, þannig að við keyrum alltaf í leiki deginum áður. Svo bara, var þessu slaufa, satt bara herrið. Rútunum snúið við bara? Já, basically. Og hvernig var þetta? Síðan bara var sagt okkur að koma daginn eftir og þá var bara farið í okkur ákveðnar reglur, bara sagt þið verið bara að vera heim með okkur, æfingaprógram, takið með okkur lóðar, takið með okkur hjól, takið með okkur bara allt sem við viljið úr gymminu. Svo bara sjáumst þið og sjáumst, sko. Já, svo veist bara. Og hversu, því að systir mín býr í París og mér stundum þegar ég tala við hana að svona veruleikin hér var ekki alveg eins og öðrum stöðum, að því að COVID var frekar svona milt á Íslandi, það dó ekki það margir og kaffihús til dæmis voru opin bara allan tíman og svona. Hversu strangt var þetta? Það var held ég líka alveg svona ágætt hjá mér, við höfðum alveg fínt, sko. Við máttum alveg fara út og ég fór út að hlaupa og það var ekkert vesen. Það máttu bara vera fjölskyldur, þeir sem búa saman, mega fór út saman. Já, svo var apótek opið, búðin var opin, verður að vera með grímur alls þar, það var svona annað. Komst ekkert inn einstæðinu með að vera með grímu og það er ennþá þannig í dag, sko. En annars var þetta bara nokkuð chillað. Já. Náttúrulega bara, ég er með 3 ára heima. Það var alveg, það var bæði svona krefjandi, en það var líka geðveikt. Af því að þarna var ég að eyða tíma með honum sem ég hafði aldrei gert áður. Ég er á æfingum, ég er í útileikjum, hann er í leikskólanum, þannig að þetta er oft bara, maður droppar leikskólan, síðan æfum við alltaf eftir hádegi, þá fer ég á æfingu, þannig að þetta var krefjandi, klálega, það var mikið að vera, maður þurfti bara að plana daginn, hvað maður að gera með honum, öll leiksvæði lokuð, það var ekkert hægt að gera þannig. Maður fann bara einhvern grasblett sem maður spilaði fótbolta með honum, heima maður,
Amazon var að græða vel á mér, sko. Hvað varst að panta? Ég var bara að panta allt sem var hægt að, þú veist, bara til að gleðja hann, sko, til að halda honum uppteknum. Ok. Þannig að þetta var mest bara, þú veist, barnadót, sko. Já. Sturta peningum í Jeff Bezos. Já, nákvæmlega, hann ekki svo hann þurfi ekki á því að halda. Nei. En, já, þannig að, þú veist, þetta var alveg, þú veist, þetta var krefjandi klálega, en þetta var samt alveg geggjaða tími, sko. En æfingarnar, eins og segir, er eitt af því sem að fótboltamenn hafa kannski, og íþróttamenn í liðsíþróttum, átt að segja á þessu tímabili, er þegar þú ert í þessum félagskap á hverjum degi, þá kannski kannti ekki alveg að meta hann fyrir þú áttar á því að þú ert ekki með hann lengur. Já, maður saknaði alveg að vera inn í klefa, sko. Það ekki? Klálega, þú veist. Liðið mitt úti, við erum mjög nánir, þetta er mjög gott lið og þú veist, við höfum mjög gaman. Það var gaman að fara á æfingar og gaman að vera inn í klefa og þú veist, góðu gæja, sko. Þannig að, þú veist, þessi bandir og þetta, allt sem fylgið í þessu búnisherbyggja bara gríni og gaman, sko. Þú veist, jú, klálega, maður saknaði þess alveg. Maður svona var alveg duglegur að FaceTime, þú veist, þá sem maður kannski nánastur í liðinu og svona. Já, þú veist, en síðan þegar maður séu svo fyndir, sko, síðan þegar við komum aftur, þá máttum við bara æfa í einhverjum 6 manna grúppum í einhvern tíma og, þú veist, og það var bara, þú veist, það var bara eins og, ég veit ekki, þú veist, það var bara að hitta strákunum fyrir skip, það var bara geðvið, sko, það var bara hátíð. En hvernig er það því ég gerði nú þessa bíómyndum íslenska landslið, Jökull Lóðar, og þá fannst mér ég heyra svo mikið á þeim að, jú, það væri eðlislegt að vera með liðsfélögunum, en landsliði væri einhvern veginn svona einu leveli ofar. Já. Tekur undir það? Já, ég geri það, sko. Þú veist, það er líka því að svo margir á þessum strákum eru, þú veist, æsku vinumanns og sem maður er þekkt svo lengi. Spila með lengi og bara strákur í hverfinu og þú veist, þetta er bara, þú veist, þegar við erum á æfingum er þetta náttúrulega bara fókus og þannig, en síðan þegar við erum inn á hóteli eða bara saman, þú veist, þá er þetta bara gaman, þú veist, það er bara ógeðslega gaman að mæta og hitta strákuna, sko. Þannig ég tek undir það, sko. Hvernig var að því að eins og við komum aðeins inn á það, þú varst náttúrulega rosalega efnilegur í fótbolta, ferði þarna mjög ungu til Liverpool, en síðan er það kannski fyrst núna sem að ferillin er að taka dálítið vel á flug, þannig að þú ert ekki í landsliðinu þegar að EM og HM ævintýri var. Sko, því ég hugsaði það svolítið þegar ég var að gera þessa mynd og ég talaði náttúrulega hans við þig, að maður hugsaði að það eru valdir, hvað voru það, 24 eða eitthvað, en það hafa örgulega verið 100 sem að voru með vonum að þeir eru valdir. Leiðir eins og alveg fram á síðustu stundu eins og það ættir eitthvað séns? Sko, fyrir EM nei, vegna þess að sko ég fer frá Helsingborg, þar sem ég er að spila miðvörð, til Esbjörg í Danmörku, þar sem að þjálfarinn hjá Helsingborg sá mig bara sem miðvörð. Og ég fer til Esbjörg til þess að spila á miðunni, sem er mín staða. Með það í huga líka landslið. Ég átti ekki break að berjast sætið í miðvörunum, en ég átti kannski break að vera kannski 3. backup í einu miðunni. Þannig ég fer þangað. En síðan meiðist ég bara eftir 2 leiki. Nei, 3 leiki. 3. leikur minn meiðist illa og ég frá í 9 mánuði. Alveg rétt. Þannig að það var bara, síðan var það bara, þú veist, búið, sko. Svo átti ég bara ekkert aftur komið, þú veist, ég hefði aldrei náð að verða eitthvað svona fitt. Þótt ég hefði náð að spila 1 leik áður en að EM var, en ég var náttúrulega bara ekkert búin að spila, þannig að, þú veist, ég gaf það svo sem alveg svona upp á bátinn. En þannig að undan var ég svo sem ekki kannski búin að vera mikið í kring heldur. Nei. Ég var valinn að einu svona í 1 janúarverkefni á Flórida og svo í 1 marsverkefni. Svo eftir það var ég ekkert aftur valinn, þannig að þetta var mikið bara svona hjá mér sjálfum bara, þú veist, að því ég vissi að samkeppnin fyrir miðvörðin, þar sem ég var að spila í Helsingborg, var ekkert svona raunsæ. Einmitt. Þannig ég tek sjálfur ákvörðun, þú veist, án þess að tala við, þú veist, nokkur landslýstálfur eða eitthvað þannig. Ég tek þess ákvörðun sjálfur að því ég var auðvitað með EM í huga. Þú veist, mér langaði auðvitað að koma mér aftur inn í þetta. Einmitt. Síðan meiddist ég og þannig. Sko, með HM var svolítið öðruvísi. Á HM var ég nefnilega að standa mig mjög vel í kringum það. En ég var bara aldrei valinn. Ég var fyrirliði á Zurich
við unnum bikarinn og við spiluðum í Evrópukeppninni og þú veist, þetta var svona þú veist, ég var að eiga mjög gott season hjá Zurich en bara Heimir bara tók mig aldrei inn, sko. Og þú veist Þú ert einn af þessum sem verður bara breytingum leið og það skiptum þjálfara. Nýji þjálfarinn tekur þið strax inn. Já, hann tekur mig strax inn, sko. Ég náttúrulega eftir að hafa fylgst með þeir voru alveg íhaldsamir Heimir og Lars, þeir voru ekkert mikið að setja nýja mennin í að því það gekk svo vel. Já, þeir vildi bara halda kjarnanum, sko. En hvernig er þetta? Eru menn samt alveg fram á síðustu stund eins og þar HM hópurinn er valinn? Ég var það alveg ennþá, sko. Þótti ég var ekki búin að vera valinn í einn hóp. Einmitt. Ég var að vonast eftir að því líka ég var að standa mig svo vel, sko. Einmitt. Þannig að já, sjálfsög, ég meina, þú veist, sem fótboltamaður hefur maður náttúrulega bara metnað fyrir öllu og maður auðvitað langar maður að taka þátt, sérstaklega þegar maður er að spila vel. Líka því við höfum dæmi hinn áttina. Ég var að taka viðtal við Rúrik og hann var búið að velja einhvern einasta hóp og svo er hann ekki valinn á EM, þannig að það er í raun og veru alveg... Það er bara, þú veist, það er örugglega miklu verra, sko. Ég er að segja það, en jafn mikið og þú getur allt í hennu verið ekki valinn og þá getur þú líka allt í hennu verið valinn. Já, algjörlega. Ég, þú veist, fyrir HM innst inni vissi alveg ég er ekkert valinn. Ég skilur mig. Af því að, þú veist, Heimir gaf mér aldrei break. Nei. Hvers vegna veit ég ekki. En hann, eins og þú segir kannski réttilega, þú veist, hann hélt mjög mikið, þeir voru þekkti fyrir það að halda svolítið svona í þennan kjarna og allt gott að blessa, ég meina, þú veist, það er bara eins og það er, þú veist, hann er landsliðsþjálfari og hann bara ræður því, þú veist, það er ekkert við því að gera. En, þú veist, eins og ég segi, innst inni vissi ég alveg, ég er ekkert valinn. En ég vonaði, þú veist, og ég var alveg með það í hugunum og þú veist, að það bara svona gaf mig bara motivation. Síðan var ég ekki valinn og þú veist, ég var ekki einu svona í held ég 30 manna hóp. Nei, ég var ekki einu svona í aukahópnum sem að aukahópurinn sem býður einhverjum meðast, sko. Ég var bara alveg út úr myndinni hjá hann, sko. Þannig að en þú veist, síðan komu Erik og Freysin og þeir hafa sýnt með traust frá degi 1, sko, sem ég er alveg mjög þakkláttur fyrir. Þú ert ekki bara valinn inn síðan þegar þú kemur inn í landslið, þú ert ekki bara valinn inn sem eitthvað var að skefa, þú er raun og veru bara að hoppa beint inn í byrjunlið. Já, ég hoppaði beint inn í liða móti Sviss. Ég var á þeim leik. Það var ekki góð leik. Það var ekki alveg svona byrjunni sem að óskaði sér, sko. En falleg fararheill. Já, ég meina, þú veist, ég meina að setja búningin yfir hausinn á sér, skilur, þú veist, það var náttúrulega bara, þú veist, geggjað. Skilur mig, þú veist, að vera komin aftur inn og þú veist, nei, það var ekki góður leikur og það var svona, þú veist, það var svona erfiðleikar eftir gott gengi þannig í byrjun en þið eru í séns ennþá? Við erum ennþá séns og þótt að þú veist, Erik og Freysi hafa bara sýnt mér, þú veist, eins og ég segi, bara virkilega haft svona trú á mér og sýnt mér, þótt ég hef ekkert byrjað alla leiki hjá þeim, þú veist, það komu leikir sem ég var á bekknum og svo fundur aðra stöðu fyrir mig og nú er ég byrjað að spila hægri bakgrunum sem ég fíla í tætlur og er mjög þakkláttur fyrir, þannig að þú veist, það var ekkert eins og að þú veist, það er bara, gjör svo vel, nú ertu bara komin í landslið, þú veist, maður þarf að hafa fyrir þessu ég stóð mig ekkert vel enn í byrjun en þeir héldu áfram að hafa trú á mér, völdu mig ennþá og þótt ég hafi kannski ekki spilað og þú veist, hugafæri mitt var bara þannig að vera partur af þessu var náttúrulega frábært, auðvitað viltu spila en að ég er komin inn þá er ég heldur ekkert að rífa kjafti ég er ekki að spila. Nei. Fannst þér að finna mun, því þú hafði prófað að setja landsliðstreyjuna yfir þig fyrir EM, finnst þér að finna mun á öllu í kringum liðið eftir þessi 2 stórmót, þar að segja þegar úr síðan valinn aftur núna, að þá sé komin einhvern veginn bara allt annað fílingur í þetta því nú erum við bara orðið alvöru landslið og bara eigum séns á að vera á stórmótum og allt þetta. Já, ég meina að þú veist mér finnst bara liðið vera þannig að þú veist, menn vilja meira þú veist, menn vilja þeir hafa upplifað þessi 2 stórmót og þeir vilja upplifa aftur og ég sko, þú veist, það klæri mér að vilja spila EM, sko, þú veist, mér langar geðvitt mikið til að spila EM, að sjálfsögðu þú veist, að fá það að upplifa að spila á stórmóti fyrir, þú veist, þjóðuna þína en þú veist fókusun og þannig sem er í kringum hópin er bara þannig, þú veist, að það er alveg bullandi sjálfstraust alltaf svekkjandi kannski að þú veist, ná ekki, þú veist, beinu sæti á EM en
þú veist, þegar ég tala við strákunni í dag og svona, þú veist, þá allir á því bara, þú veist, við erum að fara að taka þessa playoff-leiki, sko. Eitt af því sem ég tók eftir þegar ég var að gera þessa mynd og ég var fyrsta skipti svona á leikjunum sem áhorfandi og þá sá ég bara þetta einhvern veginn íslenska landslið gengur út á þessar, af því við erum ekki með tæknilega bestu einstaklingarna, þessar rosalegu liðsheld og vinnusemi. Þú fittar alveg mjög vel inn í þá kríteríu, því maður sér svona eins og Aron Einar bara þegar hann er að garga og góla og nánast fórna líf og limum í leiki, þú hefur alltaf verið svolítið þannig leikmaður. Já, sko, kannski ekki alltaf samt. Þú veist, ég held að það hafi mjög mikið það, þú veist, segja skilur, þú veist, ég ætla ekki að fullera neitt sko, en ég, þegar hérna áður fyrir skilur, þú veist, þá var ég alveg með stóran kjaft og kannski sagður hluti sem ég hafði ekkert átt að segja í viðtölum og annað. Þannig að það er kannski meira núna sem að ég farin að sjá bara, það er alltaf okkur sjálfum, skilur, í staðinn fyrir að, þú veist, ég var alltaf í því að vera að benda á aðra, en síðan bara fyrir maður átt að sagði, því eldri sem maður verður, því meira þroskaður sem maður verður, að, þú veist, maður þarf bara að horfa inn á við. Þannig, það geti vel verið að ég hafi sagt eitthvað vitlaust eða gert eitthvað vitlaust, hvort það sem að hafi verið á landsliðsæfingu í viðtali, sem að kannski situr ennþá í einhverjum. Ég veit það ekki, en þú veist, það kemur eitthvað óvart, af því ég var með stóran kjaft og ég var svona smá svona bara með stæla. En eins og núna og kannski í dag og þú veist, ef við förum aðeins nokkur ár eftir, þú veist, ég fór bara að breyta mínu hugafæri, ég fór að breyta mínu viðhorfi á bara bæði lífi og fótboltann, þú veist, ég fór bara að líta bara meir í speil. Einmitt. Þannig ég held að þessi, þú veist, eins og, ég veit ekki, menn ég er búin að vera fyrirliði núna í síðustu 2 liðum á undan Darmstadt. Þú veist, ég hef aldrei séð mig sem ekki fyrirliði áður. Þú veist, þannig ég hef bara breyst mikið bæði sem persóna og þá líka sem bara hvernig ég hef verið sem fótboltamaður eða einstaklingur skilur, þannig að Mér langaði að skipta mitt svolítið takt af því að ég heyrið á þér að þú ert búin að nefna nokkur svona orðið þakklæti og ég heyrið á þér núna að þú ert svona náungi sem að ert alveg til í að líti eigin barm og skoða var ég kannski að gera eitthvað. Hvenær varð svona mikil breyting á þér? Það var bara þegar ég var eiginlega bara svona alveg á bara svona á svartasta stað bara á botninum svona sumri 2014. Það er eiginlega bara nýbúið að reka mig úr liðinu mínu í Hollandi, bara svona, þú veist, ég átti 2 ára eftir en þau vildi ekki sjá mig. Og ég er búin að brenna brýr bara alls þær í kringum mig, þú veist, í persónulega lífinu. Bara vinir og fjölskylda og svona, bara alveg komið nóg á mig, sko. Og það sé svolítið þar sem að ég svona ákvaða, þú veist, ég tók ákvörðun til þess að hætta að drekka. Og út frá því kom alveg hellings með því. Og þú veist, ég fór bara að leita mér almennilega hjálpar, þú veist, fyrir andlegu hliðina. Og fór bara að breyta, þú veist, ég fór bara að breyta mínu viðhorfi á eins og ég sagði á hann, bara ég fór að breyta sem bara viðhorfinn á lífið og á fótboltann, ég fór að hætta að kenna öðrum að því, þú veist, þarna var ég, þú veist, ég var á síðasta séns, ég var á, þú veist, gjörsamlega síðasta séns að Helsingborg tóku mig inn á 3 mánaða samning, gaf mér bara 3 mánuði. Og af hverju varst á síðasta séns? Var það vegna þess að þú veist, fótboltaheiminn er svo lítill, þú veist, þú veist, ég meina, hvað var það sem að léti fara á síðasta séns? Var það vegna þess bara því leið svo illa að þú varst bara hættur að geta sinnt þessu eða? Já, sko, þú veist, ég var bara, þú veist, ef við förum aðeins tilbaka, ég meina, þú veist, Edinborgartíminn, þú veist, þar er rift samningnum mínum, basically, þú veist, þá við hafa bara sagt við bara, herri, þú veist, við viljum ekki hafa, bara við erum tilbúin þess að borga þennan bara svo farir, þú veist, ég var bara, þú veist, alltaf á næturlífinu og hérna og þú veist, búin að gera skandala sem ég var komin í blöðin og þú veist, þeir eru bara komin þreyttir á mér. Síðan fyrir þetta í New York og svo að vera 21 árs í New York kannski ekki og þú veist, ekki með skilur, þú veist, hugan að því sem er mikilvægt sem er fótboltinn, þú veist, það er allir dagar laugardagar þú vilt að í New York,
þú veist, þannig að það var líka bara basically, þú veist, ég var þar bara í 6 mánuði eða eitthvað. Þú verður að spila fyrir, hvað er það, New York Red Bulls. New York Red Bulls, já. Og þú veist, og það, ég spilaði ekki þar, sko. Er það svolítið, ég var með Lindu P. einu daginn og hún, náttúrulega eftir hún vann Ungfrú Alheim, þá fór hún sagði mitt hérna, ég myndi alveg leyfa dóttur minni að keppa þar, en síðan var ég fyrir þetta og þá talaði hún mitt Tókíó og Mílan og nokkra svona borgir og það er bara ómikið í boði, sko. Já, sko, þú veist, hún gleifti mig, sko. New York gleifti mig. Já. Hún sigraði mig gjörsamlega, sko. Ég átti ekki break. Er það svoleiðis? Já. Hvað er það þá? Það er bara, þú ert myndalegur ungur íþróttamaður með fín laun það er allt í boði. Hvort það sem klukkan 2 á daginn eða klukkan 11 á kvöldin, það er alltaf partí, það er alltaf eitthvað að gerast. Og ég var bara þarna, þú veist, hugurinn minn var bara, þú veist, djam og stelpur og verið með strákunum, þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta var bara rugl, þú veist, hugurinn minn var bara ekki við fótboltann, þú veist, og ég, eins og ég segi, ég spilaði ekkert mikið. Og síðan, þú veist, hentu þeir mér á lán til Hollands, ég var reyndar happy með það, ég spilaði góðan leik með 21. landsliðinu út á Nóri og það var eitthvað scout sem sá mig þar, þannig ég fyrir þangað og stend mig bara býsna vel, samt, þú veist, vesen á mig, sko, en næja einhvern veginn að halda, þú veist, það var, þú veist, þjálfarinn sem tók mig þar, hann eiginlega bara svona gekk mér í föðustaf, sko. Já. Hann alveg bara tók mig að sér og hérna, fyrstu vikunar voru svona, var ég svolítið, kannski ekki alveg, og ég fekk aftur, ég var búin að vera í 3 vikur og ég var komin á síðasta sjans, þú veist, bara eitthvað svona algjörstu rugl, sko. Þú veist, mætti seinna á æfingu að því ég var á fyllirí og eitthvað svona bara rugl. Þú veist, búin að vera í 3 vikur og þú veist, það var bara sagt bara, ef þú gerir þetta aftur, þá ertu bara búin, sko. Og það var svona, hann fór síðan að vinna með mér og hérna, og ég, þú veist, er mjög þakkláttur honum, klálega. Og við áttum bara fínt tímabil, ég spilaði bara nokkuð vel, ég var hann að valinn, hvað var ég, bestu ungi leikmaðurinn á tímabilinu, fekk síðan annan samning í kjölfarið. Þú veist, New York bara, við reistum við New York og fór bara til þeirra og skrifaði undir, hvað var það, 3,5 eða 4 ára samning eða eitthvað. En svo er þjálfarinn rekinn, bara eftir 4 leiki eitthvað nýjum tímabili og síðan kemur nýr þjálfari og hérna, og þá fór þetta svona hægt rólega að fara í sama ruglið, þú veist, kom þjálfari sem ég var alltaf í einhverjum óspyrnu við og við fjallum á deildinni og þú veist, þú veist, það var búin að vera vesen á mér svona lengri tíma. Svo bara fórum við í sumarfrí, spilaði minn fyrsta landsleik þetta sumar, ég var bara hérna heima og það var hringt í mig, bara eftir á landinu, já, ok, þú veist, gótt að verði með okkur hérna og fekk fyrsta landsleiki minn hana. Og þetta er sko sumarið 2014, síðan fer ég hann í eitthvað sumarfrí með félagum mínum, bara geggja að ferja til Bandaríkjanna og, þú veist, og einmitt þá, sem er svolítið svona, sem ég átti að maður á, var ég ekkert, þú veist, mér fannst ég ekkert vera búin að gera neitt rangt, sko, þú veist, ég fyrir bara í sumarfrí í 3 vikna hérna fyllirísferð með vinum mínum, fórum til, þú veist, New York, Miami, Vegas, aftur New York, eða bara svona þannig, kem svo tilbaka og ég er ekki nú bara svona umboðsmannum minn hljóta að vera með eitthvað, ég var að falla, ég ætla sko ekkert að falla með þeim eitthvað, ég er miklu stærri fyrir það eitthvað, bara gjörsamlega blindur, var ekkert búin að eiga spes tímabil og fell með liðinu og er bara og þú veist, umboðsmannum minn eru bara að vinna í það en að finna eitthvað handa mér og það var bara ekkert, ekki neitt. Og ég er hérna á Íslandi í einhvern tíma og ég, þú veist, er bara meira og meina bara niður í bæ og hérna já, og síðan bara svona það sem, þú veist, það sem að var þá var það sko bara basically eftir síðasta fylliríið mitt sko það var eitthvað partí niður í bæ og blackout og gerði einhvern algjöran skandal og bara og fóstupabbi minn tók mig að tala, umboðsmenni minni tók mig að tala, vini minni tók mig að tala með þetta var bara orðið bara svona herðu, þú veist fyrirhandi kærasti minn tók mig, þú veist, þetta var bara þú veist, bara já, það var ég bara algjörlega búin að eins og ég sagði hann, bara brenna alla brýr og umboðsmenni sögðu bara, þú veist, það vill enginn snerta þig. Þú veist, þetta er lítill heimur, það tala allir saman.
þannig að það sem gerist þannig að við fáum síðan fáum símtal frá Helsingborg og við fljúum út og þú veist, og það var bara 3 tíma fundur þar sem ég þurfti bara að tala um allt og það þarna sem að þetta breytist, ég hætti hann að drekka ég fer í AA og, veist, og það þú veist, eins og með 12-sporakerfið kynnist þar fullt af flottum mönnum og þú veist 12-sporakerfið, þú veist, ég mæli með því fyrir alla ekki, þú veist, ekki það að ég hef reyndar aldrei náð 100% að fara alla leið í gegnum það, sko en það margt af því sem hjálpaði mig geðveikt mikið og hérna, ég kynntist með þessum Íslending í Helsingborg sem var í AA og ég fór með honum reglulega á fundi þetta var alltaf að hjálpa mér og hausnum á mér þú veist, ég tók bara þessa ákvörðun að þú veist, þeir gáðu mig 3 mánaða samning að þeir bara treystu ekki neinu svo bara hægt og rólega var ég að spila og spilaði vel og þá gáðu mig 3 ára samning og þú veist, þá fór þetta svona að rúlla þú veist, en það náttúrulega mikið á bakvið þetta allt skilur mig, á hverju var þetta svona mér er svo gott sem að Björgum Páll, ég skrifaði náttúrulega ævisöguna hans eða svona ævisöguna gæslepp og mér finnst þið eiga svo margt sameiginlegt og hann var í viðtaliðinu og hann sagði, gleymum því aldrei allir gera eitthvað út af einhverju og það væntanlega það sem þú ert að fara ég meina, þú veist, að því núna hljómaði kannski bara sem þú veist, eins og þetta væri bara, þú veist, eitthvað fyllir í en auðvitað eitthvað á bakvið á hverju fór þetta eins og þetta fór ég meina, þú veist þetta þú veist að alast upp í umhverfi sem bara mikil fík, alkohólismi fík og það, þú veist, það svo fyndið, núna ég orðinn pabbi og maður alltaf að læra eitthvað nýtt og nýtt þú veist, hvað uppeldi móta mann þú veist, það bara crazy og pælir í því, sko það svoleiðis, þú veist, við erum bara mótaðir af bara uppeldan okkar, það svoleiðis, þú veist þangað til að þú sjálfur fer að sjá það og fer þá að reyna að breyta einhverju sem að ég klálega gerði og ennþá að gera, þú veist þetta náttúrulega bara, þú veist, eins og við tölum þetta bara lífstíð að vinna, skilur að vinna í þessu, en ég meina, þú veist, ég var bara brotin þú veist, hvað maður að segja þú veist, bara litli gulli, þú veist, var bara brotin inn í mér, skilur, og þú veist, sem að ég vissi ekkert og ég kunni ekkert að díla við það en þegar þú ert að lýsa þessu, þegar það verður þarna svolítil hugarfarsbreyting, eða ekkert svolítil, mjög mikil hugarfarsbreyting, það fyrir eða eftir það sem þú krassar síðan? Að því stundum það þannig að fólk kannski tekur til hjá sér og þá kemur krassið, sko. Já, sko, það hana, sko, þetta var búið að vera, þú veist, ég var búin að vera að díla við bara mikla djöfla sjálfur sem ég kannski vildi aldrei almennilega feysa og ég leitaði mér hjálpar jólin áramótin 2013-14 þessast halva ári áður en ég tek þessa ákvörðun, skilur og þá leitaði ég mér sérst hjálpar hér upp á Landspítala, geðdeildinni þar og tók mig frí frá boltanum í, hvað var það, kannski 6 vikur eða eitthvað þar sem ég var í meðferð þar inni og síðan sko þú veist síðan fer ég aftur út og þetta var, þeir sýndu mér alveg fína stuðning, sko þeir gerðu það en ég kannski bara svona var kannski að ég veit það ekki, þetta var ég fer aftur út en eftir það og var kannski ekkert svona 100% hvað maður að segja, þú veist, það var kannski, ég var ennþá í einhver afneitun og kannski fór ekkert að standa við það sem ég var búin að læra þar sem að ég var kannski ekkert jafn tilbúin og ég hélt og var ennþá að deyfa mig hvort sem það var í kasínóinu eða í drykkjunni
og var ennþá bara í að lifa í þessum óhæðleika. Já, varstu mikið að vesenast í vömmálunum? Já, ég var svolítið slæmur á þessum tíma í kasínónu, sko. Maður hefur heyrt að sé svo mikið skömm á baku það að fólk er að eyða peningum og það er orðin eitthvað svona smá spilafíkn. Já, klálega, sko. Já. Alveg klálega, sko. Það var bara orðið þannig að við vorum farin að voru tveiran í liðinu mínu sem að voru jafn svona, hvað maður segja, voru jafn mikið til í drykkjuna og gamblið, sko. Þannig við vorum mjög slæmir fyrir hvern annan. Já. Og þetta var orðið alltaf mikið, sko. Já. En hvernig, það sem hlýtur að vera mjög stórt skref að því ég búin að ræða við fólk hér í þessum stól sem hefur farið mitt inn og geðdeild og varstu þú bara komin á þann stað að það verður bara algjör uppgjöf að þú bara þú átt engan annan kost? Sko, þetta var svolítið svona, ef ég lít tilbaka, þú veist, það var alveg valið að ég fór inn. Klálega, sko, það var alveg 100% valið að ég fór inn að því, þú veist, þess, sko, konan sem að læknirinn minn þarna, hún var, þú veist, bara frábær, bara æðisleg, þannig ég er bara mjög þakkláttur að hafa kynnst henni. Einmitt. En mér finnst samt eins og þetta hafi verið kannski ekki svona 100% authentic. Ég skilji. Þú veist, eins og þetta hafi verið smá hjá mér eins og ég hafi verið að reyna að flýja eitthvað með því að fara þannig. Ég skilji. Á smá, þú veist, á vissan hátt. Ég er mjög þakkláttur að hafa farið inn. Ég skilji. Skilur, en þetta var samt ekki svona, hvernig á ég að orða það? Þú veist, þetta var svo skrítið, sko. Þú veist, það er ekki eins og að þú veist, það gerðist ekkert. Þú veist, mér var búin að líða alveg hundítla og ég vissi ég væri mjög langt niðri, en það er ekki eins og, þú veist, það var bara svona saman safnað af bara fortíðin og bara fullt af einhverju drasli, líka bara ég búin að, þú veist, bara lifa í óþægileika og lifa bara, mér leið illa með sjálfum mig og mér leið illa með margar hluti, að þú veist, að ég bið fyrirvændi kærastinn menn að fara með mig inn, en þú veist, það er ekki eins og það var eitthvað svona, þú veist, það gerðist ekkert eitthvað svona, þú veist, ég fór ekki í eitthvað rof eða fór ekki í, þú veist, þú veist, það var ekkert eitthvað svona, eitthvað sprenging. Ég skilji. Það var meira bara svona, mér langar að fara hann inn til að leita mér hjálpar. Þetta er nefnilega öðruvísa því ég var með MC Gauta einn daginn til dæmis og hann fór inn á geðdeild út af bara ofsakvíðakostum og þá einmitt sagði hann skalvallur og bara ég verð bara að fara inn núna. Einmitt. Þú veist, það var ekkert þannig. Og ég einmitt þau glímtu svo mikið kvíð en ég hef oft einhvern veginn þegar ég er að tala við strákar sem hafa verið vandræði með drykki og eru AA, mér finnst ég verið með alveg eins heilastar sem nema ég er ekki af hvatvís, sko. Já. Þannig að ég hef oft farið einhvern rosa erfið tímabil og kvíða en einhvern veginn, það er alltaf eitthvað sem heldur mér aðeins réttu með við línuna, sko. Við kynntumst náttúrulega Al-Anon. Einmitt. Þar kynntumst við. Einmitt. Það er, þú veist, minn mestu djöfull hefur verið bara meðvirknin og þráhyggjan, sko. Já. Er það einmitt af því þetta er náttúrulega bara í frumunum okkar síðan að maður er barn þegar maður lendir í hlutum í æsku og alls konar og einmitt eins og þú þegar þú segir að þú ert með svona birtingaform sem er drykkjan og er þetta og þetta og þetta svo að því þetta gerist líka um mér svo kemur allir tímabila sem þú fyrir að skoða já en þetta er út af einhverju þetta er út af einhverju ferðu þá að skoða æskuna þína meira og meðvirknin og allt þetta en það er sko, það er fyrir eitthvað svona tiltölulega nýtt að ég fer virkilega að grafa þegar ég er að hitta þig í Al-Anon fyrst fyrir hvað, 2012, 13, 14 kannski þú veist það var meira bara svona, jú, þú veist, mér fannst gott að koma hana en ég er allt, þú veist, vinna mín í dag er allt öðruvísi en þá þú veist, þá var ég bara svona að mæta þú veist, og hlustaði, jú og kynntist þér og kynntist fullt af frábæru mönnum sem að ég þú veist, sem að ég hef möguleika á að hringi í ef að mér líður illa og svo framvegis og líka en þetta er eins og með þú veist, maður var ekkert svona all in maður fór að maður vissi að það væri það rétta og ég fór ekki fyrir einhvern annan, ég fór fyrir sjálfum mig en það var meira svona sem maður var að fara þetta er eins og ef ég byrja, þú veist, ég byrjaði 12-spora-kerfinu ég, þú veist, örugglega 5 sinnum þannig þegar þú ert mjög langt niðri, ég veit það þegar það er, þú veist, þá hringi í eitthvað, bara herrið, þú veist, ég þarf að fara í gang þú veist, við þurfum að, ég var að gera eitthvað, skilju
svo ég að vinna og veist, svo það kemur að einhverju svona vissu stigi hjá mér þá svona, mér líður bara nokkuð vel núna best að, droppa þessu og svo fyrir þetta, svo þetta bara hringi ekki. Ég hef stundu lýst þessu svona í mér að maður, þetta eru, þegar maður er sko í dalnum, þá er maður tilbúin til að gera allt til þess að komast upp á hæðina, svo komast upp á hæðina, þá gleymir öllu til þess að búa til næsta dal. Nákvæmlega, og ég held að það hefur verið svolítið þannig eins og með því ég fór inn á geðdeildina. Skilur, ég fer inn mjög þakklátur fyrir það og læriði helling og svona, og ég hefði viljað vera lengur, en síðan bara fer ég út og þarf að fara að sinna boltanum, en ég fer, eins og ég sagði á hann, þetta er svolítið, kannski hljómar þetta svolítið skringilega eitthvað, en það hjálpaði mér helling, ég fer á lyf og sem hjálpaði mér líka og allt þetta ferli, ég var ennþá í sambandi við ráðgjafinn minn inn á deildinni og svona en það var alltaf eitthvað ennþá ég náði ekkert að fara alla leið og þá einmitt fer ég aftur út og svo leiði ekkert það langt síðan fór ég viðtali hjá Hirti í Íslandi í dag og ég hugsa oft í dag svona viðtalið frábært, ég hrósa Hirti og öllum sem voru þar í kring bara frábært og reaksjónið sem ég fekk bara frá þjóðinni, bara frábært og aðeinslegt og ég virkilega vona kannski ég hafi náð að hjálpa einhverjum 100% með þessu skilur. Þú þarf ekki að efast það sko. En aftur þarna, var þetta á rétt, ég spyr mig ofta þessu, var þetta rétt í tíminn, var þetta á réttu forsendum að gera þetta? Manst eftir því þegar við vorum að spjalla saman áður en þú fórst í viðtalið og þú spurði mig aðeins og að því ég var ekki í fjölmiðlum á þeim tíma og þú spurði mig aðeins fyrir þetta viðtal og þá var ég og það kemur aftur með þessa hvatvísi því fyrir mér er ekkert rétt eða rangt í þessu en ég man að ég sagði við vilt ekki fara aðeins lengri inn í ferlið en síðan einmitt eins og sama saði við Björgvin Pál þegar hann vildi skrifa bókina með mér að þá var hann bara nýbúin að hrynja á miðju HM og það hefði bara gerst nokkrum mánuðum áður ég vildi ekki fara aðeins lengri inn í ferlið og þá sagði hann nei en ég vil þá frekar afgreiða þannig að ég segi bara í bókinni ég er ekki komin á neitt endastað. Nei og maður er aldrei komin á neitt endastað. Aldrei. Við erum alltaf að vinna í þessu, ég meina það er kannski, ég veit ekki, ég hef alltaf verið mjög hræddur að hugsa þetta meira bara við sjálfa mig viðtalið, eins og ég segi, mér fannst viðtalið flott og mér fannst þetta allt mjög professional, ég kannski hugsa tilbaka, þá var ég kannski ekki búin að spyrja mig þá á hverju var ég að gera þetta sjálfa mig á hverju er þetta þessu ég vildi bara gera þetta ég vildi bara fara út, segja mínu sögu af því ég var alltaf svo mikið að pæli bara shit maður, hvað er hann að hugsa mig þessi og kvíðin og hvað ætli hann hugsa mig á hverju er þetta búið að vera svona á hinsinn ég þarf bara að fara út að segja söguna mína bara svo að fólk skilji en ég skildi þetta ekki eins og sjálfur skiljum við, þetta er svona Við erum að tala nákvæmlega sömu hlut og þú talaður í viðtalinu núna og ég sé það bara á þér að þú ert á allt öðrum stað en þú varst í fyrstu viðtali. Í dag set ég henni með þér á allt öðrum stað en þá. Allt öðrum stað, sko. Þarna var ég ekki, þarna var umturnin ekkert byrjuð. Hún kom sumarið. Þetta er gert í febrúar mars. Þannig að þetta hálfa ár var náttúrulega bara, leitaði mér hjálpar þarna. Var hérna kom aftur út fótboltinn í rugli ég ennþá bara að sukka og gambla ég tók ekkert þetta skref skilur mig það kom ekki fyrir hann sumarið og er búið að vera síðan þá þannig að ég hugsa tilbaka og ég er alls ekki að segja ég er stoltur af sjálfum mér fyrir að hafa komið út og opnað umræðina en ég hefði kannski eins og þú segir, hvað við segja hvað það nú er var þetta rétti tímapunktinu fyrir sjálf mig var þetta var þetta rétt að og ég hugsa líka menna, ég fór út í hlutu mömmu í viðtalinu einmitt og mamma er bara mjög veik kona var þetta rétt gagnvart henni hugsa ég að vera að fara út og bara bomba þessu fram þeir sem þekkja mig, vita söguna þarna fór ég að blandaði allir þjóðinni mömmu mína og mamma varð mjög sár
Hvernig er sambandið ykkar núna? Það er Erfitt. Já, mjög erfitt. Hún er bara á mjög slæmum stað, sko, og á erfitt að díla við fíknin, þú veist, eins og það annað, þú veist, mamma er mamma, skilur, og mamma er Ásta, fíkillin er fíkill. Akkurat. Þú veist, þetta er ekki mamma mín. Akkurat. Og það er kannski annað sem að ég hef lært í gegnum tíðina núna, þú veist, þarna var ég alltaf bara, þú veist, þú veist, í staðinn fyrir að hugsa bara, herru, hún er veik. En ég hef alveg þurft að setja mörk. Þú veist, mér þykir vænt mömmu mína, en ég hef þurft að setja mörk á mömmu út af mér. Einmitt. Þú veist, þótt að við séum kannski ekki til besta sambandinu, en ég er að leyfa henni að hafa gigantísk áhrif á mig og mín andlegu heilsu fyrir hvernig hún lifir. Þú veist, bara meðvirknin og það. Einmitt það er svo erfitt. Það er svo erfitt að sleppa þessum tökum, en þetta er mamma þín. Nákvæmlega, þetta er bara ógeðslega flókið. Hvernig var það einmitt fyrir þig, því ég sé að þú ert einhvern veginn mjög skýr hvernig þú ert að lýsa þessu núna, en þegar þú ert til dæmis að fara og reyna að meika það hjá Liverpool, sem er bara fáránlega stórt lið og það er síðan er bara einhvern veginn að komast í gegnum þetta nálarauga og þá kannski settur ekki mörk sem þú hefðir átt að setja gagnvart mömmu þinni. Sko, mamma hefði aldrei átt að flytja með mér út, sko. Einmitt. Ef ég lítið baka í dag, Einmitt. hún hefði aldrei átt að flytja með mér út, sko. Tók það ekki rosalega mikla athygli frá þér á þessum tíma að þurfa að vera að sinna henni og sjá og vera einhvern veginn að Jú, þú veist, ég var bara sonur einmaður og pabbi systir minna, þú veist, þetta var bara þannig, sko. Þú veist, kemur einhvern veginn eftir sjó? Nei. Ég sé ekki eftir neina því ég líti baka og horfa á allir ár, þú veist, ég er sá sem ég er í dag út af minni fortíð, út af mínu lífi. Þannig ég get ekki sé eftir því, að því ég er ánæður í einn skinni í dag. Ég er ekkert að segja ég er fullkominn, alls ekki, þú veist, hausinn minn er ennþá alveg að trufla mig, sko. Eins og okkur öll kannski, en, þú veist, ég er að vinna. Einmitt. Þú veist, ég er með íþróttasálfræðing sem ég tala við 2 í viku, ég er með þerapista sem ég tala við 1 viku, þú veist, ég er að gera þessa hluti. Þú veist, ég er ennþá edrú, þú veist, ég er kannski ekki búin að sinna vel. Einmitt. En ég veit samt sem áður og ég næ alltaf hughrista sálum mig innan gæsalappa, skilur, svona, þú veist, ef ég væri ekki edrú, þú veist, hvar var ég þá? Að því, þú veist, það var fullt af andlu rugli sem kom með því náttúrulega. Akkurat. Bara, þú veist, vakna daginn eftir og ógeðslega þunnur og búin að skýta á þig og búin að, þú veist, tapa Drástæðan fyrir ég hætti að fara á fyllir í, sko. Já, þú veist, bara daginn eftir dæmið, eða þú fórst stundum var þannig, ég vaknaði og þú veist, og fekk mig bara að drekka því ég vildi ekki gangi í gegnum þinguna og ógeð sem fylgdi í. Þannig ég það bara hélt áfram að drekka. Bara til að, þú veist, flýja hugsanlega, bara flýja, þú veist, vanlíðan. Þannig að, já maður. Nú ætla ég að segja það smá sem að þú veist ekki, sko, að það var ein ástæða fyrir því að ég var svo mikið að vonast til þess að þú kæmist í hópinu EM þegar ég var að gera bíómyndina. Já. Vegna þess að ég er náttúrulega búin að þekkja það svona tíma og ég þekki söguna þína og það er ekki oft, við höfum alveg rætt að það þurfa að skrifa bókum því og svona, að hið harða umhverfi atvinnumannsins, ég tala nú ekki í knattspyrnu karla, menn mega ekki gefa mikið færa á sér. Þannig að oft á tíðum fyrir svona fjölmiðlamann þá það er erfitt að finna dramatískar sögur, sko. Ég og Sævar leikstjóri, við vorum alveg búin að plana að gera þig að einn af aðal sögunum í myndinni ef þú yrðir í hópnum vegna þess að ég vissi hvað var sem áhuga að vera söga, því það vantar, við enduðum einhvern veginn á að gera Hannes svolítið mikið að aðalatriði myndinni, sko, út af því að hann er með svo áhuga að vera sögu, hvað hann kemur seint inn og hann hefur ekki hatað það. Honum leiddist það ekkert, hann gæti verið að fíkt í þessu með Sævar, þeir eru náttúrulega báði leikstjórar og svona, sko, en við þurftum að gera svolítið mikið drama úr því þegar hann fór axlalið, sko, því það bara var ekkert drama, þeir bara unnu og þetta gekk bara svo vel, þetta var bara of happy go lucky, sko. En það er mitt, ástæðan fyrir að ég er að nefna þetta, mér langar svolítið að spyrja þig, hvernig þegar þú kemur út 2014, því það er bara talsveit mikið búið að gerast á síðustu 6 árum. Ég meina, ég kom út með bók í fyrra, þar sem ég bara setti í bókina bara lista á gæðlífanum mínum og allt þetta, vegna þess að þetta aftur, ekki hvatvísin, þessi bók var búin að vera að malla innra með mér
í mörg ár og ég veit ef ég hefði sett hann út fyrir 5 árum þá hefði ég verið að hugsa hvað er fólk að hugsa þegar ég sett hann út í fyrra alveg frjáls bara ef einhverjum finnst eitthvað slæmt mig þá bara getur það ekki haft neina áhrif á mig þannig að ég er búin að skila allir þessari skömm sem fylgir þessu og ég er bara góðu gæi skilur þó ég hef gleymt kvíða og alls konar shit þannig að þegar þú kemur út 2014 þá er meiri þess að umræðan dálítið öðruvísi en hún er í dag hvernig var fyrir þig að vera fótboltamaður að tala þessa hluti á þessum tíma lítur að vera svolítið erfitt ég meina bara álit liðsfélagana þetta er svolítið lokaður heimur þetta er náttúrulega mjög lokaður heimur ég heyriði alveg oft sem að var eitthvað ég hafði aldrei gert þetta ég hafði aldrei farið með þetta, ég hafði aldrei talað þetta þá, en sömu einstakir í dag eru mjög opnir að tala að þeir hafa farið til sálfræðings og svona í viðtölum þannig að jú, klálega hefur þetta breyst ég heyrði að því að það voru einhver lið sem að voru ekki tilbúin til að taka mig út af hefði bara ekki nefnt að díla við þetta kannski ég ætlaði að tala það líka óttum við að fá ekki samning og... ég heyrði það því hvort þessi rétti ekki veit ég ekki en það er bara eitthvað sem maður heyrði en jú, ég meina það er ég held að besta leiðin til að útskýra til að svara þessu ég spilaði með strák hjá Næmingin sem að var svona rosa macho-gaur og bara alltaf bara með bandir og bara ógeðslega fyndinn og góður gaur síðan sendi hann mér message ekkert fyrir svo löngu, kannski 2 árum eða eitthvað og bara sagði við mig bara hey, ég er búin að vera að díla við hérna þunglindi og kvíða og búin að vera langt niður, ég vildi bara biðast afsökunar að hafa gert grínaðir af því núna veit ég hvernig hvernig þið leið það fyrir mér var bara nóg skilur mig þannig að það fyrir mig var bara svona þarna sá ég bara ok, þetta er að umturnast þú sérði líka í dag, ég meina miklu fleiri byrjar að tala þetta miklu fleiri byrjar að opna sem en kemst maður ekki líka einhvern tímann á þann stað að maður hugsar einstaklingur sem er kannski að gera grína þessu að hann hefur bara ekki upplifað þetta þannig að hann veit ekki betur skilur jú, klálega, ég meina ég og einn af mínu bestu vinum er hérna hefur oft verið svona bara bara rúlega gennum lífi og bara bara æðislegur náungi en bara svona bara með bandir og alltaf með eitthvað ákveð sjó og svo framvegis og kannski skildi mitt ekki hvað það var sem maður var að ganga gegnum það maður kannski gat ekkert að rætta við hann þegar hann var bara ekkert að tengja en síðan er þessi aðali búin að vera að glíma við smá eða mikið, eða hvað það er og í dag er okkar samband bara allt öðruvís en það var áður, af því við getum ekki bara sest niður og bara talað þetta og er enginn að dæma neitt það er enginn með eitthvað grímu við erum bara ef ég reyndi að opna mig við það þá var bara, þá gæti alveg verið að tala við þessar gardínur, skilju, því að bara skiljum, að það var bara ekki hægt og ég held að þetta sé líka svo mikið með ég veit ekki, með bara fíkn eða andli veikindi, bara fólk sem að þekkir það ekki á svo erfitt með að skilja þetta eðlilega það er bara eins og með rasisma fólk ógeðslega erfitt með að skilja rasisma, ég meina það er líka alveg að ég sagt að þá bara lesa sér til það fræða sér með það skiljum mig en það er ógeðslega erfitt ég er ekkert að dæma eitthvað fyrir það, ég bara fyrir mér er bara frábært ef að fólk hefur bara ekki þurft að ganga í gegnum erfilega tíma það er bara frábært en mér talandum rasismanna því mér alveg eins og með kvíða, því ég hef alveg eins og ég hef bara verið alveg upp front með það og búin að gefa út bók þar sem ég bara tala bara það hvers konar rugli ég var í með kvíða minn og bara að grenja því ég gæti ekki valið rétt að skóparið og eitthvað skilur tómu tjóni ég hef hitt mikið af fólki sem skilur þetta bara alls ekki en ég hef líka hitt fólk sem skilur þetta nokkuð vel með að það hefur ekki gengið í gegnum sjálft af því það hefur lesið sér til mér finnst eins og þegar kemur að rasism og kynjaumræðu þá þarf ég til dæmis alltaf að segja ég get skilið það út frá því að ég hef talað við konur og ég hef talað við dökkt fólk en ég hef ekki prófað að vera þau þannig að þegar kemur að kynjaumræðu ég hef aldrei prófað að vera kona þegar kemur að rasismi ég hef aldrei prófað að vera dökkur þannig að ég mun aldrei geta skilið þetta til fulls og ég var einmitt daginn
með vinkonum minni, hörumstökkri stelpu hérna á Íslandi og síninni landið og við ræddum þetta rosalega mikið og ég áttaði mig svo sterkt á því þegar ákveðnir hlutir í ég mitt bara svona taugakerfinu hennar bara frá þenni lítil sem ég mun aldrei geta skilið alveg sko. Bara bakgrunnurinn og allt þetta sko. Hvernig hefur þú lent í þú ert náttúrulega ekki það gamall að þú hefur ekki kannski lent í jafn mikið af leiðilegum hlutum eins og þeir sem eru eldri en þú að maður svona vill trúið þetta hafi skánað á Íslandi en þú er samt væntanlega lent í alls konar Já, það hefur alveg komið fyrir sko mikið í fótboltanum því ég var yngri Hvernig var það? Foreldrar á hliðalínunni, þú veist ég og ég var í Fylki, það var annar vinur minn sem við spilaðum saman í Fylki í 4. flokki og 3. flokki Alveg rétt og við vorum mjög góðir í gamla daga, liðið okkar var gott og hann var náttúrulega miklu stærri og sterkar en allir og hann rúllaði öllu upp og og hann frá Senegal, hann mjög dekkri en ég en það, það kom oft fyrir sko að það var öskraðin á völlin, eitthvað stoppið hennar negra eða eitthvað þannig sko foreldrar hinna liðina, það kom alveg fyrir alveg margoft sko hann lenti verri í því en ég hann bara líka því að hann var svo góður skilur það spilar við alltaf inni skilur, hann var miklu betri en allir, miklu sterkari, miklu fljótari og bara dökkur bara mjög dökkur hann ábyrrandi, þannig það var eins og hringt í hann og bara hótaði hann ykkur ef hann myndi spila eitthvað leik sem við vorum að spila á móti Skaganum minnum mig þegar við vorum í 4. flokkið eða eitthvað þannig að það var alveg þannig skólanum líka, ég var alveg upp í hverfinu ég var bara einn af mjög ég held að við höfum verið tvö dökk alveg í langan tíma svo því eldri sem ég var það voru yngri þá fór maður að sjá fleiri og fleiri dökka það var oft svona jú það kom alveg mörgu sinnum fyrir að það var þannig en það er öðruvísi að skilja þetta sem fullorðið maður eins og núna, þú skilur þessi foreldrar sem voru að garga þetta bara Guð blessa þau bara annarkort bara mjög ignorant þetta er bara fáfræði þetta er fáfræði, en þegar þú lendir í þessu sem barn eða unglingur þá skilur þetta kannski ekki alveg þannig og þess vegna hefur þetta mikil áhrif algjörlega, það var oft sem ég fór heim gráðund úr skólanum fyrir að kalla mig einhvern nöfnum sko. og ég man alltaf að var tímabil þegar ég var í hvað hef ég verið í 5. eða 7. bekk, það var eitthvað svona tímabil allir strákunni voru með sítt hár að mig fór bara upp hárið mitt fór upp, þannig ég var alltaf að sletta mér hárið til þess að vera eins og hinn strákunir að mér langaði að vera eins og þeir eða það var tímabil að strákunni voru að fá sér möllett, það var tíska og ég, mitt gróf bara upp þannig að manni langaði bara stundum, ég saði oft við foreldrar mér að mér langaði að vera hvítur það því að þannig svo ég vitni aftur í einmitt þessa vinkonu mína sem ég var með núna dagina hún saði þetta við mér sko, þú trúir því ekki hvað mér langaði ofta að vera hvít þegar ég var og ég sagði bara í alveg mér langaði svo mikið að vera svartur sko, uppáhalds íþróttamæður Michael Jordan, gerði ekkert annað en að hlusta á hip-hop ég elst upp í hvítu samfélagi það er allir hvítir og ég elst ekki upp með pappa mínum sem ég hefði þá kannski getað fengið sem er svartur sem ég hefði þá kannski fengið eitthvað frá honum í þessu, af því ég er bara með mömmu og og afa og frændur og frængur sem er allt hvít en dökkarliðina mér er pappi minn sem hann var aldrei til staðar sem ég þekki ekki þannig sem gerir þetta vissulega ennþá erfiðara nákvæmlega, þannig ef ég hefði fengið það frá honum þá kannski hefði maður geta lært meira inn á ég veit ekki hann hefði geta deilt með þér sínum reynslu nákvæmlega 100% og ég er ekki miklu saman til pappa minn hann poppar stundum upp og við spilum kannski eitthvað smá saman ég þekki hann ekki, við erum ekki þannig sambandi en ég spurði hann daginn þegar allt var í gangi að hann bjóinn alveg í ykkur ár ég spurði hann bara, hvernig var það að vera svartur á þessum tíma hann kom held í 88 eða eitthvað bjóinn alveg í 15 ár nei, 10 ár ég manna ekki, hann kemur hana og ég spurði hann bara daginn, ég sendi á hann hvernig var það að vera dökkur og alveg upp á Íslandi, nei, vera á Íslandi og
og þá sagði mér bara, þú veist, það var brútal, sko, þú veist, á þessum tíma líka. Einmitt. Það var bara, þú veist, hann sagði, þú veist, en síðan þegar hann fór, svo sagði hann bara, þú veist, hann á fullt af góðum vinum sem átti góða vini hérðan og þú veist, og þegar hann fór að læra tungumálið og svo framvegis að þá kannski var hann meira acceptaður inn í samfélagið og þú veist, inn á kúltúrinu og svo framvegis, en byrjunin sagði hann, þú veist, það hefur verið bara mjög brútal, sko. Ekki það ég hef farið inn í einhverja dítela með það. Nei. En mér langaði bara að spurja hann að því. En svo sagðirðu mér áðan og þú hefði lent bara nýlega í atviki sem að sýndi þér svolítið að staðan væri orðin dálítið önnur á Íslandi þegar að þegar það er manneskja sem svona reiðist fyrir þína hönd. Já, ég var á gömlusmiðinni niður við það sem Hard Rock er núna. Er það ennþá hana? Já, hann er í Lækjagötu eða? Já, Jú, ég held að já. Ég veit ekki eins og hvort það gamlusmiðin sé ennþá hana. Nei, ég ekki heldur. Nei, en við fórum að fengum okkur borða, við fórum eitthvað að skemmta okkur og við stöndum bara í röð og kom einhverjir tveir gæjar og riðjast fram fyrir röðina. En ég bið þá bara að, þú veist, ég segi bara var ég til að fara aftur fyrir bara eins og allir aðrir. Og þú veist, og þá fekk ég bara yfir mig bara, herru, þú mátt ekki tala um mig, þú ert á mínu landi, þú veist, bara, þú veist, fokka negri en drullar aftur tíðin eitthvað, þú veist, bara Og hvað, er þetta að gerast bara ennþá núna? Bara... Já, þú veist, ég meina, þú veist, þetta er bara fyrir, 2 árum eða eitthvað. Og ég, þú veist, ég fer ekki í slag, ég kýla ekki frá mér, ég hef aldrei lent í slag og þú veist, ég hef aldrei verið ykkur ofbeldismaður, sko, aldrei. Þannig þú veist, ég stóð bara hann og leiði honum bara basically að tala svona mig, en ég, þú veist, og félagið minn sagði, þú veist, var bara sjálfur bara svona, slökum bara á eitthvað. Síðan kemur ykkur stelpa bara upp úr engu og kýli gæðin. Og þá verður eitthvað svona, þú veist, dýraverðinu kom inn og fara að henda liðið út og eitthvað og ég er bara svona, shit maður, ok. Og er ekkert meira pæli því. Svo næði bara pítsinu minn og við hoppum við bíl, svo erum við að keyra bara heim og þá sé ég gæluna, eða stelpuna, fyrir ekki, og hún er hágrátandi, þannig ég stoppa bílun og hoppa út og bara, hei, þú veist, allt er góð, allt er lægið, þú veist. Og þá er hún ekki að gráta yfir því að hún hefði kýlt eitthvað eða verið hent út eða neitt annað, hún er að gráta yfir því, sagði hún, að það væri actually eitthvað að tala svona við annan einstakling sem að snerti mig bara mjög mikið, sko. Og þú veist, ég bara faðmaði hann og þakka henni fyrir, sko, þú veist. Þannig sýndi mér bara, þú veist, að það er, þú veist, þetta bara svona var bara mjög góð hjörtu bara stelpa sem að bara, já, hvað ég að segja, bara, að ég veit ekki alveg hvað ég að segja, bara, þú veist, þetta var alveg, þú veist, þetta er bara stórt. Þetta er bara samkennt. Já, þetta var bara stórt, mér fannst þetta bara stórt, einhvern veginn, skilur. Ég var í Kaliforni í 3 mánuði 2017, loka árs 2017, byrjun árs 2018 og þá kynntist ég dálítið mitt hörumstökku fólki í Bandaríkjunum og reynslu heimur þeirra er bara, það er rosalega erfitt að skilja þetta. Þú veist, þetta er eitthvað sem að enginn af okkur, eða þú veist, mér líður þannig, þú veist, við getum ekkert sett okkur í spór þeirra sem það sem er gangið þarna, sko. Nei, því það er beinlega þessi lífshætta út á lögreglunni. Já, ég meina, þú veist, ég er ekki hræddur að labba á götunum þessu löggubíl, sko. Skilur einmitt. Þú veist, ég get ekkert sett mig í spór þeirra svartra í Bandaríkjunum, þú veist, það sem er í gangi núna. En þegar þú varst í New York og svona, áttu ekki einhverja vini? Þú veist, já, 4 vini sem eru svartir í Bandaríkjunum og ég ákvað að hringi í alla þegar þetta var í gangi. Og ákvað bara svona, mér langaði bara að heyra þeirra bara svona, hvernig er þetta? Þú veist, að því þú veist, ég hef reyndar alltaf verið mjög áhugasamur Black History. Þú veist, ég er búin að horfa, þú veist, fyrir löngu byrja ég að horfa á bara dokumentari Martin Luther King og Malcolm X og Black Panther og þú veist, þetta hefur alltaf verið mjög þú veist, ég hef alltaf verið mjög áhugasamur þetta og ég er búin að horfa held ég á bara alla bíómyndir sem eru bara og þú veist, 92 ræjóttið og þannig ég var búin að fræða með helling, þú veist, þar sem ég gat, þú veist, lesið eða hort á en þarna hringi ég til þess að fá að heyra bara svona persónulega sögur frá vinum mínum, hvernig það er að vera svartur og alast upp í Bandaríkjunum og það var alveg, þú veist, átakanlegt að heyra suma söguna, sko, klálega. Tengda lögreglunni þá? Eða bara almennt? Bara almennt, sko. Já.
hvort þessi löggan eða bara, þú veist, fólki eða bara eitthvað, þú veist, bara hafa svo margt, ég vil ekkert fara út í það neitt. Ertu búin að horfa á heimildamyndina sem núna á Netflix, man ekki hvernig hún kom inn, 13th? Já, einmitt. Ég er búin að horfa á hann 2 sko. Já, hún lýsir þessu rosalega vel. Já, hún lýsir mjög vel. Hún lýsir þessu vel hvernig bandaríska kerfið viðheldur þessari skekki, sko. Þetta alveg sturlað. Síðan þar sem að hreyði við mér líka var Khalif Brown sagan, hún líka á Netflix. Já, einmitt. Að, þú veist, bara saklaus gæi út að labba með bakpoka sinn og einhver segir, já, þetta lítur út fyrir að vera hann sem að hafi gert eitthvað. Einmitt. Og svo bara búm, þú veist, á Rikers Island sem örugglega eitt, þú veist, hvað maður að segja, bara þyngsta fangelsi bara, þú veist, í Bandaríkjunum og hann settur í einangrun bara meira með allan tíma sem hann hana. Já. Og þú veist, og það ekkert justice og svo, þú veist, náttúrulega kemur hann út og endar og bara, þú veist, farin, skilur, andlega og endar að drepa sig, þú veist, þetta bara hörmulegt, þetta crazy, sko. Það ekki margt sem að næra einhvern veginn þegar maður reynir að komast á þannig staði mitt að skilja hvaðan fólk að koma og reyna að, þú veist, vera ekki að horfa á fólk sem slæmt og gott fólk og einhvern veginn skilja allar aðstæður og allt þetta, en það ekki margt sem einhvern veginn hreyfir jafn mikið við mann og gerir mann jafn reiðan en bara svona einhvern veginn, ég veit það ekki, svona hrein mannvonska eins og sérst í sögunni hans, sko. Sem er svo bara, þú veist, aumingjast drengurinn, skilur, ekkert gert af sér, sko. Nei, ég meina, en síðan svo núna eftir að allt þetta með Black Lives Matter, allt sem, þú veist, eftir þetta fór í gegn, þá maður að heyra meira og meira skilur, sem að náttúrulega vitað í Bandaríkjunum, margt sem að ég að sjá í fyrsta skipti. Þetta bara, þú veist, þetta bara brútal, sko. Já, það sem að sló mig mest við þetta George Floyd, það lögregluþjónninn sem gerir þetta við hann í allan hennar tíma, en sem sló mig mest var að horfa á lögregluþjónninn í kring, hvað þetta virtist einhvern veginn bara vera normal vinnubrögð. Það var enginn þeirra, þar sem þú hafður á tilfinningunni að þeim liði eins og það væri eitthvað svakalega rangt í gangi. Og þá hugsa maður bara, hvað mikið af svona atvikum í gangi sem aldrei tekin upp á myndband og rata aldrei í fjölmiðla, sko. Nei, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er crazy. Já. Langar þig ekki að spyrja mig einhverju? Svolítið, hvernig hefur þú það? Ég hef það flott, maður. Ég hef það rosa gott. Ég spurður að því ég mitt þegar ég var að halda allir þessar fyrirlestur eftir að bókið mér kom út, þá var ég spurður að því hvernig prógramið þitt núna og ég sagði ég hef nú oft, ég ætla ekki að ljúga ykkur, ég hef oft borðað hotlar og ég hef oft treyft með en ég hef aldrei verið jafn sáttur sjálf á mig, sko. Nei, þetta er mann þegar ég hitti á Gló daginn. Daginn, það er kannski ykkur mánuði síðan. Það fannst mér svo að ég var búin að vera að fylgjast með þér og það sem að hef búið að, sko, það sem að ég hef tekið mest eftir við þig hvað þeir skítsam á góðan hátt. Ég ger mitt besta. Nei, á góðan hátt. Ég skil þig. Þú tekur upp vídeo, þú ert að gera, þú ert bara doing your thing. Ég veit það. Þú ert bara að gera þitt, þú klæðir þig bara eins og þú vilt, þú bara ert með íbúðinina eins og hún skilur, þú ert bara að sína allt. Vídeóin standa á höndum, allt þetta dæmi, og þeir slétt. Rúrik mitt, ég var aðeins að fíblast í honum með það að ég var eitthvað til hann með Tómasi vinni mínu jógakennara og hann með eitthvað svona jógamús og ég var að dansa á hverfisskautinu. Já. Þegar mér var svona að byrja að verða drull og það fór á Nova-snappið og þeir voru, Rúrik og félagar, þeir var að gera myndina, þeir voru að djöblast í mér endalaust, sko. Ég var umræðið efni, en það eitt sem alveg komið miklu lengri en ég, sko. Það Ólafur Stefánsson, handboltamaður. Honum alveg drull. Hann á öðru leveli. Hann á allt öðru leveli, hann kom hérna í viðtali á mér með galdrahatt bara og alveg það geggjað að hitta fólk. Nei, þetta finnst mér alveg geggjað, sko. Það geggjað að vera svona frjáls. Og þú veist, og maður þótt að maður kannski alveg búin að taka þau skref í þá áttina en þú veist, ég alveg langt í land með það, sko. Þú ert miklu yngri en ég, sko. Þú ert komið miklu lengri en ég var þegar ég var jafngamall þér, sko. Já, sjáum. Miklu lengri, ég var bara þegar ég var jafngamall þér, þá var ég bara stífur með bindi í jakka að taka viðtöl, sko. Þá var ég rosalega upptekin að álita annar, sko. Það svoleiðis. Það svo mikið eitur, maður. Það eitur. Það rosa eitur, sko. Algjört eitur, sko. Það kannski líka bara svona að vera einmitt í þessum fótboltaheimi, þú veist,
og fjölmiðlaheiminu líka 100%. bara í mörgum, ekki Já, bara í þessu já. bara, og sérstaklega núna með fyrir samfélagsmiðla og svona, þetta allt bara dæmti út frá öllu gefið einhvernir hér eða ég veit ekki, það svo margt einhvernir sem tryggirar þetta. Já. Ég er alltaf að reyna að æfa mig í þessu, sko. Ég var að skrá mig inn á TikTok, sko. Okay. Bara til að æfa mig í að ég fatt að ég væri með fordóma fyrir því. Þá sagði, ok, ég ætla að fara á TikTok, setja vídeo að þinn, að því ég er með fordóma fyrir því. Já, ég er að vísi bara búin að setja viðtöluðinn, sko. Ok. Það kemur. Kannski verið eitthvað að dansa eða eitthvað sjáum til, sko. Það kemur. En hvernig var að COVID hafi frestað EM? Það var alveg þreytt, sko. Ekki? Jú. Það var alveg þreytt. En samt, eins og ég sagði við hann, en samt hef ég tilfinninguna að menn eru bara svona búinir að, jú, þetta verið senkað, en menn eru samt ennþá bara í sama hugafærinu. Auðvitað hefur verið geðvægt að vera bara á EM núna, sérstaklega, persónulega kannski, að vera búin að spila hana nokkra landsleikjan og undan. Einmitt. Og þá hefðu við farið í playoffið, tekið það, og farið þá með góða tilfinningu inn á EM, bara, á þessum tíma. Núna því búið að senka aftur, en, ég og þeir sem ég hef talað við, við erum 100% á því bara við viljum komast á EM, sko. Já. Þannig að, jú, þetta pirrandi, maður er búin að vera á góðu flói, en kannski pirrandi fyrir mig, en gott fyrir aðra, strákar sem eru kannski búin að vera í meðslum, sem hefði kannski náð playoff-leikunum með eitthvað. Þannig að, bara láni í óláni. Já, það var kannski vissuleiti fyrir liðið, svona, það var ekkit allir fitt. Nei, það var ekkit alveg perfekt. Og kannski ekkit allir að spila. Nei. Kannski er þetta bara gott. Já. Er það svona, ef þú værir að horfa núna á fótboltaferilinn, er stóra atriði sem þið langar núna að komast á stórmót með Íslandi? Já. Það væri, ég bara klálega, sko. Það bara... Hvernig var að horfa á þetta sem áhorfandi? EM og HM? EM var erfiðara. Já. EM var miklu erfiðara. Langaði þið bara að vera þarna? Já, 100%, sko. Alveg bara 100%. Fyrsta stórmótið, bara öll þjóðin var hana. Ég ætlaði að mæta, sko, á leik. Já. Ég var búin að fá leyfi frá þjálfarinn mínum að mæta á frakkaleikin, síðasta leikin. En síðan var hann rekinn bara 2 dögum áður en ég átti að fara. Þannig að þá kom, aðstæðarinn tók við og hann sagði bara, hei, ekki fara. Honum fannst það ekki rétt af þjálfarnum að gefa mig leyfi til að fara úr pre-seasoni til þess að fara að horfa á leikinn, sko. En já, EM var erfitt að horfa á EM. HM var meira bara svona, ég var aðdáandi. Já. Ég var aðdáandi báðum, en það var öðruvísi. Mér langaði svo mikið til þess að vera, ég tók þess ákvörðun að skipta lið til þess að fara að spila aðra stöðu og svo náttúrulega meiðslin sem maður setti náttúrulega, sem setti bara, strik á það, sko. Ég veit ekki, kannski var það bara því að þetta var, bara fyrsta stórmótið, allir hana, einhvern veginn, og auðvitað hefði bara verið geðveikt að vera partur að þessu. En það var auðveldara með HM, að því ég var búin að upplifa hitt að vera ekki þar, það var auðveldara að svona gíra sig inn, og líka því ég vissi, að ég var alveg búin að gera allt mitt til þess að vera í hópnum. En hitt var meira bara svona, það var ennþá allt svona í skiptum liði, var meiddur, það var bara svona, ég náði ekki að gera nóg eins og til að, vera, réttlega að vera með, einhvern veginn, en samt var erfiðara. Einmitt. En hitt var bara svona, ég var búin að gera mitt og ég var bara komin á annan stað, sem persóna líka, þar gæti ég bara sagt bara, herru, þetta er höndum hans, ég get ekki stjórnaði. Akkurat. Þá bara, is what it is. Einmitt. En þetta bara vera, ég var tók við tala Gumma Beninn daginn og hann, það sést náttúrulega og honum finnst rosalega gaman að lýsa. Það skín í gegn, en samt finnst honum skemmtilega að þjálfa heldur en að lýsa og miklu skemmtilega að spila heldur en að þjálfa. Þannig að þetta með að vera knattspyrnumaður og labba út af öll með fullta áhorfendum, mér fannst ég svolítið upplifað þegar ég var að gera bíómyndina með landsliðinu, þeir sem voru orðnir eldri, mér fannst þeir einhvern veginn vera meira komnir á þannig stað að taka þetta inn og átta sig á því þetta varir ekki að eilífu, sko.
finnst þið þú, að því ég sé bara hvað þú ert búin að vinna mikla vinni sjálfið þér á síðust árum, finnst þið þú meira að vera komin á þann stað núna að finna þakklætið og gleðina á meðan þú ert að þessu, í staðin fyrir að þú myndir horfa tilbaka þegar ferillin er búin og fatta þá, ég hefði nú kannski átt að njóta þess meira? Sko, já, þú veist, það er líka náttúrulega miklu auðveldara að njóta og hafa gaman þegar vel gengur og þegar mann líður betur bara, skilur mig, að sjálfsögðu. Ég lít tilbaka, ekki með eftirsjá, en ég hugsa oft bara, þú veist, bara ef ég kannski hefði hugafarið og vitunduna sem ég hef í dag, þú veist, þá, þetta var, þú veist, ég var líka rosa mikið bara svona, þú veist, ég myndi ekki, þú veist, einn á báti in a way, þú veist, ég hafði svo sem engan svona til þess að segja mér bara, hei, þú veist, þetta er ekki lagi, þú veist, ekki, þú veist, svona, einhvern svona, komur, kannski bara pappa, til dæmis, sem maður hafði einhvern bara svona sem hafði hemil á manni, þannig ég þurfti svolítið bara að læra sjálfur og það sem ég gerði, en þú veist, ég ætla ekki að taka það frá, þú veist, eins og umboðsmanni mínum, sem að reyndi allt sem hann gat til þess að en ég bara hlustaði ekki. Ég skil ekki. Þú veist, ég var alltaf bara ég fyrir mína leið, þú veist, það var enginn að segja neitt við mig og enginn að stjórna mér, þannig var ég líka gaf fyrir þjálfurum, að þú veist, þannig var sambandið bara, þú veist, það kemur bara út af sambandinu við móðum mína. Þú veist, hún bara stjórnaði mér og þú veist, ég mátti ekki taka svona skrif nema, þú veist, æskilur, þú veist, það var bara, þannig var uppeldið mitt bara mjög svona bara, þú veist, það var stjórnað mér og sagt mér hvað ég ætti að gera þangað til að ég bara svona sleit mig frá ruglinu en þá mátti sko engin annar gera það einmitt. Þannig ég lenti oft upp á kanti við marga þjálfara eða einhverja í klúbnum af því ég var alltaf bara að verja mig einmitt. Frá, þú veist, en í dag náttúrulega bara, þú veist, sé ég bara herðu, þú veist, þeir voru bara, þú veist, leiðbina mér og hjálpa mér, ég leiði því aldrei að gera sama umboðsmanni minn, þú veist, það var sama með bara, þú veist, kærustuður í gegnum tíðina og sama með, þú veist, tengdafóreldra, hvað það er, þú veist, ég var alltaf með vegginn, bara mátti enginn komast að mér, sko, bara ekki séns, bara því ég treysti þér ekki, bara treysti þér ekki, þú veist, ég og mamma vorum ógeðslega náin, sko, og svo bara gerist það sem gerist sem var búið að verið, þú veist, líka því á lítill, ég menna hún var inn út meðferð og svo framvegis, en þú veist, við vorum samt bara ég og hún, þú veist, við vorum ógeðslega náin og svo verður hún bara svona rosalega veik á þessum tíma sem að ég fer til Liverpool og það fer síðan bara, þú veist, ég fer til vinstri, ég fer til hægri, hún fer til vinstri, þú veist, þannig svona bara síðan þá hefur samband okkar eiginlega ekkert verið, þú veist, það er 2000 og endan 2010-2011 og út frá því og öllu sem að koma upp með það hefur líka mótað mig rosalega mikið, þú veist, í þessum, þú veist, þangur til hana 2014, en ennþá í dag, ég menna, þú veist, ég er ennþá að vinna í þessu í dag, en þú veist, á hana neikvæða hátt þú veist, þannig ég er alltaf með bara alveg hellu trust issues, bara gagnvart þeim sem eru með mjög nálægt mér þú veist, ég vorkinu stundum umboðsmanni mín og umboðsmanni mín, þú veist, no joke, eða, þú veist, bara eins og með, þú veist, bara með svo, með fyrirhandi kærustur og svona líka, ég meni, ég hef alltaf verið bara, ég hef aldrei hleypt þeim almennilega inn, þú veist, ég hef alltaf verið með vegg. En ég meina, þú ert að lýsa þessu núna, að fyrsta skrefið er þú áttarið mjög vel á þessu. Já, ég sé þetta og ég er að vinna í þessu og þú veist, og þetta er bara, þú veist, klálega. Tók mér langan tíma að fatta þetta mitt að maður, maður hleypir fólk ekki nálægt sér af því að litla barnið í manni er bara svo hrætt við að vera sært, sko. Þetta lærði ég ekkert fyrir svo löngu. Þetta, þú veist, þetta törn með litla barnið inn í manni sem er bara búin að lenda í einhverjum trámas eða gangi gegnum eitthvað erfitt. Þannig að, þú veist, maður reynir alltaf bara að vera góðu við litla gulla. Við erum öll bara lítil börn að reyna að gera okkar besta. Eins og við sögðum áðan, þú veist, hvað þetta móta mann, uppeldi, hvað það móta mann bara inn í hérna bara fullorðins árin. Þú veist, þangað til að þú þá, þú veist, fangar það.
og fyrir að gera eitthvað í því. Svo meiri sér sko þegar fólk er búið að fanga og búið að vinna mjög mikla andlega vinnu og svoleiðis að þá er þetta bara ennþá í taugakerfinu. Já, klálega, Þetta er bara líffræðilegt. þetta er eins og við tölum á hann, ég meina, þú veist, verður maður ekkert 100%, nei, en þú veist, getur maður, þú veist, verkfæri til þess að nota, maður lærir á ákveðna hluti, maður lærir á sjálfans upp og nýtt, maður hefur verkfæri til þess að nota þegar að maður fer í kvíða eða einhverja þráhyggju og þú veist, þá veit maður hvað maður á að gera. Í staðinn, en áður fyrir þá var maður bara í einhverju algjöru móki, sko. En er ekki einmitt pælingi með þetta, sko, að maður er kannski næsti að vera 100% þegar maður sætti sig við að vera ekki 100%? Jú. Að maður tekur sér bara í sátt eins og maður er nákvæmlega núna, skilur. Það er bara svona, þú veist, að því við erum öll einhvern veginn með einhverjar hugmyndir úr bíómyndum og einhverjar svona þvælu, skilur, og svo er bara allir að díla við eitthvað, skilur. Já, ég meina, svo er það náttúrulega bara eins og, þú veist, ég held að social media sé ekkert að hjálpa. Já, maður þarf alveg að passa á því. Já, 100%. Þú veist, ég hætti á Instagram eins og niður, af því það var bara að fara með mig, sko. Bara þráhyggjan bara tók yfir, sko, út á Instagram. Sem ég held að sé miklu algengara en fólk við. Já, þú veist, ég er ekkert feimur að tala um það, sko. Þú veist, ég var án Instagram í, þú veist, 2,5 ár, það var brútið því að ég bara, þú veist, þetta var bara að fara að taka yfir. Þú veist, ég var nýbúin eignast barn líka, þannig að það var alveg partur af því að ég var alltaf einhvern veginn inn á þessu, þú veist, mikil tími, en síðan var það bara þráhyggjan sem fylgdi í. Þú veist, bara með, þú veist, ég veit ekki, like eða follow, bara eitthvað svona sem að hugsa bara, þú veist, Jesus Christ. Bara svona crazy. Við erum bara með frumstæðan heila. Já. Sem er ekkert endilega hannaður fyrir þetta, ef við skulum orða þannig, ef maður er með fíknitilhneigingar, ég vil meina að sko samfélagsmiðlar og svona geta alveg, það má alveg færa rauk fyrir þessi stærsta fíkn samtímans. Þetta er bara, já, ég get alveg ég prófaði að vera án snjallsíma í hálft ár og ég gekk í gegnum eitthvað sem ég held að séu bara hardcore frákvarsenginni, sko. Já. Þú veist, fyrstu vikurnar, ég var bara með líffræðilega einkenni, sko. Það er alveg ruglað, sko. En talandum smá svona líffræði og svona mjög svo forunilegt, fótboltamaður, þegar þú stígur nú með allir þessi áhörundur, har þú talað um þetta flæðis ástand, svona einhvern veginn fullkomna núvitund, bara hvað gerist þegar að maður er inn á vell, þú veist, upplifir þú það ekki þannig að þú ert búin að vera í öllum þessum æfingum í öll þessi ár og svo tekur einhvern veginn bara líkamsvitundin yfir þegar þú ert komin í þessar aðstæður, sko. Maður má væntanlega ekki vera að hugsa svo mikið. Ég er frjáls, sko. Já. Það er eini staðurinn sem ég er bara frjáls. Einmitt. Það veist, getur enginn hringt í mig, getur enginn sendt mér SMS, þú veist, ég er bara, þú veist, ég er bara inn á vellanum að gera mitt, sko. Auðvitað koma leikir sem að kannski gengur verr. Sjálfsögðu. Og þá er maður kannski aðeins meira hugsin, en það er þá bara á, þú veist, leikin. Eftir ég byrjaði að vinna með íþróttasálfræðing, það var alveg svona topic sem að við tókum bara eiginlega frá bara strax sem ég vildi bara koma út. Að ég var, þú veist, ef ég gerði kannski mistök, þá fór ég að ofhugsa það. Og þú veist, þá fór ég bara að vera svona sem hræddur. Akkurat. Þú veist, þá fór ég bara svona smá að fela mig kannski. Þú veist, vildi kannski ekkert vera mikið með, að því ég var bara svo hræddur að gera hann mistök, skilur við. Síðan, leið og það er farið, þá ertu bara geðveikt frjáls. Já. Þótt að það hefur verið ennþá, þú veist, þá mér er alltaf liðið eins og það sem mitt svona safe place. Að vera inn á vellinum. Að vera inn á vellinum. Já. Það hefur alltaf verið þannig. Já. En sérstaklega í dag, ég held að það sé líka alveg mjög stór partur af, þú veist, að ég sé að standa með mjög vel núna. Það er einmitt þessi vinna sem ég hef verið að gera með mínu íþróttasálfræðing og þú veist, og við förum mjög djúpt í hlutina. Ég held að það hefur haft bara virkilega jákvæð og mikil áhrif á spilamennskuna, sko. Klálega. Mér finnst ég upplifið þetta stundum þegar ég halda fyrirlestra, sko, ef það er stór hópur, sérstaklega verið í hörpunni, kannski 300 manns, og það er bara, þú veist, þú getur ekkert verið eins þar annars staðar en bara þar, sko, á meðan þú ert að því. Og triksið er síðan einhvern veginn að getur maður náð að taka það inn á meðan það er eiga sér stað, sko. Ég hef náð svoleiðis momentum líka, sko. Það er geggjað, sko. En mér finnst það einhvern veginn vera þegar maður sér þessa allra bestu, eins og ertu búin að horfa á Last Dance? Já. Þegar maður sér bara, þú veist, Michael Jordan eða Messi eitthvað, þá er þetta bara orðið að list. Þú horfir á mannin og það er einhvern veginn, þetta er bara flæði, sko. Já. Þú sér líka bara hugafarið hans. Ég klikka. Þú veist, þetta er allt annað level, sko. Þetta er rosalega. Og ég tengi þetta við, ég spilaði með Thierry Henry hjá New York.
Ok, alveg rétt, já. og þú veist, ég var ofta að undra maður bara, þú veist, á hverju var hann svona? Þú veist, hann var ógeðslega strangur, hann var bara leiðilegur strangur, eða skilur, þú veist, hann var alveg bara svona, þú veist, hann sýndi ekkert mercy, þú veist, það var ég, þú veist, tvítur eða næst elsti gæinn, eða þú veist, það var bara allir, þú veist, hann vildi bara vinna, það var bara sigurvegari, hann var líka þú veist, hann var búin að vinna allt sem hægt var að vinna, þótt hann hefði verið 35 ára því hann geggjaði hann pening í New York, hann var ennþá með þetta hugafar, maður hugsað bara, þú veist, hvernig nennur að vera svona, skilur mig, þú veist, þú ert bara komin í, þú veist, þú ert komin til New York, þú ert að spila, þú veist, þú ert einn besti strækir frá upphafi, búin að vinna allt, hvernig nennur að vera svona, en þetta var bara hans eðli, og eftir ég horfði á Michael Jordan, þú veist, þá fór ég bara svona, ok, og þá fór ég bara svona meira svona, ok, þú veist, nú skil ég þetta betur af hverju hann var eins og hann var, og ég hef séð aðra sem hafa spilað með Henry sem hafa talað þetta, þú veist, opinberlega ég hugsa þetta strax, sko og svo sá ég Carlos Vela og eitthvað aðra að tala þetta, bara, þetta, þú veist, svona var hann eða svo, ok, kannski, þú veist, bara á hans hátt, skilur hann var crazy, sko en hann vildi bara vinna það er svo klikku pæling að fólk haldi alvörinn að þetta snúist bara að hafa einhverja hæfileika, sko. Nei, ég meina, þú veist þeir hafa náttúrulega þannig hæfileika og sjálfsög, en ég meina, þú sér líka bara, þú veist, hann var eitt þáttur í lagstæðin sem hann segir, það er sagt við hann, að því að hann var að tala um að liðsfélagarnir hans fílaði hann ekki, fannst hann bara að vera bully og eitthvað, og hann fyrir að gráta í þættunum, og þá segir hann bara, hey, ég bað þá aldrei um að gera neitt sem ég gerði ekki. Akkurat. Hann gerði allt. Akkurat. Þú veist, ef hann sagt við hann að gera 6, hann gera 12. Þú veist, hann var crazy atvinnumæður með þannig hugafar, hann vildi hann vinna. Já. Og þú veist, og ég horfði, eins og ég segi, ég horfði þetta og ég sá bara, þú veist, þannig var ég var, eins og fórum við á hann, þú veist, ég í New York var ekki gott version af mér í New York. Bara eins og, þú veist, með stæla og bara alltaf að rífa kjaft og eitthvað. Og ég svara á honum eins og Henry? Já. Og það, þú veist, hann let mig finna fyrir því alveg í 2 vikur, sko. Þú veist, hann alltaf með bolt, hann reyndi að takla mig upp í nýja. Hann tók mig að lífi, sko. Þú veist, ég var alltaf, inn í klefa, þú veist, ef hann valdi, þú veist, ég var vikti með hans í 2 vikur. Bara, hann tók mig alltaf, í hverju ég var, hvað ég gerði á æfingu, þú veist, bara, hann tók mig að lífi. Þetta er alveg skólið, maður. Hann rústaði mig, sko. Já. En síðan eftir það, manni, en svo skemmtilegt, ég veit ekkert hvort að það hefði verið að því að, þú veist, ég ætla ekki að tala um hvort það hefði verið að því að hann var svona við mig eða ekki, en Ísland og Frakkland voru að spila æfingaleik í Frakklandi, þannig að 2012, og hann býður mér heim til þess að horfa á leikinn, þannig að við erum bara 2 að horfa á Ísland-Frakkland. Ok. Og ég vil meina, eða þá, ég var náttúrulega geðveikt, hann bauð mér heim til sín og horfa á fótbolta með honum, og þú veist, þarna fannst mér þetta að vera svona, ok, kannski hann svona, þú veist, að gefa mig þetta einhvern veginn að því hann búin að vera svona, en síðan, þú veist, mætti við æfingu daginn eftir að 2 dögum seinna, og þú veist, það var bara sama en samt, þú veist, þessar 2 vikur voru alveg eftirminnilega, sko. Þú veist, þannig að hann lit mér læra the hard way, en ég átti að líka skilið, þú veist, ég sé það alveg í dag, ég átti alveg skilið, sko. Man að vera ekkert að ræða Jordan þegar hann svissaði yfir í baseball. Já. Og þetta var hann náttúrulega bara að fara aftur í baseball eftir ég man ekki, þú veist, 20 eitthvað ár þar sem hann hafði ekki prófað það, þannig að, og eðli málsins samkvæmt var hann ekkert einn af þeim bestu heimi í baseball eftir að vera búin að æfa í nokkra mánuði, og það er eitthvað svona verið að drulli yfir hann í fjölmiðlum eitthvað, bara hann sé að gera sér alla eitt besti íþróttamaður sögunar, bara ömurlegur í baseball, þá stígur baseball þjálfarinn hans fram og segir, ef að sonu minn mun einhver tímann leggja sig jafn mikið fram í einhverju eins og Jordan er að gera í baseballinu, þá verið stoltasti pabbi í heimi. Það blæðir úr höndunum á honum á hverjum degi, sko. Þetta er svona einhvern veginn á endanum, jafn mikið og fólk getur sagt að þetta sé klikkað og eitthvað, þá er þetta eitthvað rosa fallegt við þetta. Já, klálega, sko. Þú veist, hann var bara þetta er bara eitthvað annar level dæmi, sko. Já. Og þess vegna er hann líka sá sem hann er. Ég held að Ronaldo sé svona. Mjög líklega. Maður sér hvað hann, þú veist, ég náttúrulega þekkinningu, ég veit ekkert, maður sér náttúrulega bara það sem maður sér, en hvernig maðurinn æfir og svona, ég held að þetta sé bara í þessum gæm, ég meina þú þarft að hafa
svona hugafar til þess að ná sem lengst, svo einfalt það bara. Það var einhver sem hann var í fríi hérna á Íslandi einhvern tímann og hérna var hérna í held að sé hús eitthvað þar sem að Borgarfirðinum eitthvað þar og það er kaldur potti fyrir utan og þeir sem voru þar svo, veist, það var bara, hann var í fríi sko. 15 mínútur í kalda pottinum hverjum degi endalausar æfingar skilur bara aldrei stoppað. Nei. Þá nærðu líka bara langt skilur. Í blálógin hérna búið geggja að fá því heimsókn bæði veginn. Það bara búið að vera geggja að vera hana. Hérna eftir allt þetta ferðalagið þitt og svona, hvað myndir þú segja, þú veist, ef þú hefðir reynsluna sem ég hef spurt nokkra aðeins áður, ef þú væri með reynsluna sem þú komið með núna og værir, segjum, 17-18 ára, hvaða ráðleggingum myndir þú gefa sjálfu þér? Taka ábyrgð. Gott svar. Klálega, sko. Ég held að það hafi verið, þú veist, eins og ég sagði við í byrjun, þú veist, ég var alltaf að kenna, þú veist, öllu öðrum þú veist, hvort það eru mamma eða pappi eða þjálfarinn eða hitt, þú veist, ég var alltaf öllum öðrum að kenna. Ég tók aldrei ábyrgð. Þetta er mitt líf. Kannski ekkert auðveldasti ekkert auðveldasta barnaska og allt það, en í endur þetta degi, þetta er lífið mitt. Ég þarf að taka ábyrgð á þessu, þótt að þetta sé svona eða hún sé hinsegin eða þetta er sagt við mig eða hvað sem það er og verður að taka ábyrgð og það er það sem að ég held að það hafi breytt mest hjá mér og bara, ég þurfti bara að taka ábyrgð á mínu eigin lífi hætta að kenna öllum öðrum og þá svona fór þetta bara að rúlla þannig já, ég held að það sé verið að fyrsta sem ég myndi segja við svon minn allavega, þegar hann, ef hann já, þú veist, það er bara klálega eitthvað sem ég mun hafa sem svona motto, já. Þú veist geggjað geggjað maður, ég er stoltur að þér takk fyrir það stoltur að þér, ég hef alltaf, ég veit ekki, bara alveg frá það ég hitti, ég hef alltaf verið með einhverja svona bara eins og sett bróðu minn, sko, það er eitthvað svona einlægnistilfinning já, mér þykir mjögandi já, sömuleiðis maður þannig að bara það verður skrifið bókið í nettaðinn við fyrir mig það ekkert þá fyrir Sölvi það herðu, þakka æðislega fyrir að koma takk fyrir að fá mig